If you want to avoid upsetting these people, you have to let Indonesia commit genocide in East Timor. Otherwise, they'll be upset with you. You'll have made an enemy. If you tell them they can't throw acid in the faces of unveiled women in Karachi, they will be annoyed with you. If you say, we insist, we think that cartoonists in Copenhagen can print satire on the Prophet Muhammad, you've just made an enemy. You've brought it on. You're encouraging it to happen. So unless you're willing to commit suicide for yourself and for this culture, get used to the compromises you'll have to make and the eventual capitulation that will come to you. But bloody well don't do that in my name, because I'm not doing it. You surrender in your own name, leave me out of it. I'm going to fight these people and every other theocrat all the way. All the way. For free expression, for women's rights, for self-determination of small peoples, for the right of Iraqis to federate and have their own show, for the right of the Lebanese not to be bullied by Hezbollah and to have a multicultural democracy. Yes, I'll fight for this, and I think that the 82nd Airborne is brave to be fighting for it too. And I think you should be ashamed sneering at people who guard you while you sleep. Thanks. Og þetta auðvitað langmikilvægasti þátturinn og breytan sem hefur áhrif á framtíð Evrópusambandsins, sem hvort að evrópsk menning muni koma til með að viðhalda sér eða hvort að það verði bara að þessu fjölbreytileika, fjölmenningasamfélagi eins og í Bandaríkjunum, þar sem að sameiginlegum sjóðum ekki varið í velferðarkerfi nema mjög litlu leyti. Og þessi þróun auðvitað komin gríðarlega langt í Evrópu, eins og ég nefndi, að þá annarkvort mun það gefa eftir að það verði miklir fólksflutningar eða að fólk sem nýlega komið til landsins mun ekki geta þegið bætur að neinu leyti. En mér þykir velferðarmálið ekki einu sinni vera versti þátturinn. Versti þátturinn að sjálfsögðu þessi sturlaða meðvirkni sem byggir á því að þegar að glæpsamlegt athæfi á sér stað og framið, að þá það skoðað í ljósi þess hvaða hópar það eru sem að fremja það, eins og að það að ota sem að virðist vera árásarriflar að fólki á næststærstu útihátíð landsins, að þá gerur ekki athugasemdir við það. Þú mátt ekki telja það sérkennilegt að menn sem eru nýkomnir til landsins séu í Reykjavíkurhöfn að spóka sem byssu eftirlíkingar á 20 milljóna króna bílum sem að þeir hljóta hafa unnið þá í einhverju happdrætti. Og þú mátt ekki vekja athygli á uppruna fólks sem að keyra niður menn á Höfðatorgi og byrja að stinga þá þegar að sá uppruni tilheyrir fólki sem hingað hefur leitað að hæli og í sumum tilfelli jafnvel flogið í einkaflugvélum ríkisstjórnarinnar sem á einhverjum heilalausum forsendum gerði það til að viðhalda löngu dauðu stjórnarsambandi. En þetta veruleikinn sem við höfum skapað og reyndar síðasta ríkisstjórn skapaði að stórum hluta.